Ég hitti daginn gamlan kunningja, einn af íslensku fjárfestunum eða útrásarvíkingunum og bjóst auðvitað við að hann væri daufur í dálkinn eftir allt hrunið. En það var öðru nær. Hann var hinn kátasti. Hann sagðist vera guðslifandi feginn að þessari dellu væri lokið. Hann hefði verið að breytast í hálfgert svín. Á að umgangast ekkert nema nýríka plebba, kúltúrlaus fífl, kallaði hann það. Og svo sagði hann mér tvær sögur. Íslensku bankarnir voru oft að bjóða okkur fjárfestunum í lúxusferði til útlanda, sagði hann, og trýta okkur eins og olíufusta. Ég vonum að við heldum áfram að taka hjá þeim lán. Og eitt sinn fór þannig þotufarmur af forríkum Íslendingum til borgarinnar Mílanó. Í hópnum var mikið af hjónum, en konur þó í meirihluta, enda Mílanó þekkt sem háborg fatatískunar. Límúsínur sóttu liðið á flugvöllinn, svo farum við liðið á lúxushótel þar sem baðherbergin voru á stærð við venjulegu hótelherbergi. Svo voru þetta endalausir fínir dinnerar og þannig, en aðalega var dögunum eitt í fínu tískuhúsunum. Höfuðstöðu merkjavarana þar sem skjóllitlar blússur kostu ekki undir 500.000 stykkið. Í borginni er líka eitt af frægustu listaverkum sögunar, síðasta kvöldmáltíðin eftir Leonardo da Vinci, en þegar ein úr hópnum sýndi áhuga að fá að sjá þetta magnaða listaverk, þá kom í ljós að það var háls á spið eftir að fá að skoða myndina. Hótelinu fína tókst samt að koma því í kring að hinum auðugu Íslendingum yrði hleypt fram fyrir röðina. Og svo komu límúsínurnar og ætluðu að ferja liði í kirkjuna þar sem myndin hangir. En þá kom í ljós að það var bara ein sem hafði áhuga á henni. Það hvarflaði ekki á nokkrum öðrum úr föruneytinu að eyða tíma í að berja þetta listaverk augum. Það átti nefnilega enn eftir að heimsækja höfuðstöðvar Dolce Gabbana tískuhússins og hamstra kjólkópa sem kostuðu ekki undir 5 milljónum stykkið. Og svo sagði mér aðra sögu. Þá bauð einn bankinn flugfarmi af íslenskum milljarðamæringum, aðalega köllum, á úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í London. Limmar sóttu hópinn á Heathrow, ókuðum á lúxushótel, svo voru stór dinnerar og alls konar skemmtiatriði. Daginn eftir var svo leikurinn. Og hvaða skoðun sem menn kunna hafa á fótbolta, þá er leikur af þessu tagi nokkuð sem milljónir manna allan heim myndu gefa annan fótinn fyrir að komast á. Íslenski banki var búinn að kaupa upp heila sætaröð í dýrustu stúkunni fyrir sína kunna. Og þegar leikurinn hófst, þá var setið í hverju sæti á hinum risavaxna leikvangi nema hvað íslenski bekkurinn var næstum auður. Útrásarvíkingarnir nenntu fæstir að mæta á völlinn og þeir fáu sem komu héngu aðalega á VIP-börunum baksviðs, komu upp hálf fullir undir lokin og sögðu verður vítaspyrnukeppni og fóru svo aftur á barinn. Síðasta kvöldmáltíðin og úrslitaleikur í Champions League, það var verið að henda perlum fyrir svín. Þessi veröld sem var í 5 eða 6 ár mátti alveg líða undir lok.